Ok, ég ætla að fara aðeins yfir svona uppsetningun á þessu núna, bara hvernig þetta núna og svo ætla ég að bera þetta saman við hvernig Webfortune 2 í fyrra endaði. Þannig að þið sjáu aðeins hvernig, þetta er alveg ekki augljóst þegar maður kemur inn í þetta fyrst. Fyrir mér er þetta mjög augljóst en mjög bentaði fyrir að þetta er ekki augljóst en ég ætla að fara í gegnum þetta hérna. Þannig að við erum hérna inn á GitHub og við erum bara með þetta. Þannig að hérna lendum við bara beint á repoinu og hér sjáum við allt þetta hér. Hér er bara eitthvað svona, eins og við erum eftir að sjá, það er alltaf alls konar svona skrár sem skilgreina hvernig ýmsu tól virka í rótina verkefnunum. Svo erum við með vikublöð hér, svo erum við bara eitthvað svona template sem ég nota til að búa til ákveðna hluti. Það er alveg þessi hérna, template sem búa til þetta fyrir þessi fáu skipti sem ég hef notað glærur. En svo erum við með námsefni hérna. Þetta mun fyllast hægt og rólega eftir því sem ég núna fer yfir og þetta verður 90-95% sama námsefni og í fyrra, nema ég fer alltaf yfir það og ég double-checka dæmin, er eitthvað sem ég vil uppfara, er einhverjar, ég seti einhverjar svona, heyrðu, í þessu vídeo er talað um þetta, en í dag myndum við frekar nota hitt. Þannig að ég fer yfir og double-checka það allt. En svo ef við skrollum bara hérna niður eða opnum þetta hérna readme skjal og þetta er allt saman skrifað í Markdown sem við tölum aðeins í Webfortune 1 sem er svona létt markup language þannig að þið getið séð hvernig það er unnið með því að fara hérna og þá sjáum við að þetta er bara allt texti sem er bara honum er varpað yfir í töflur og HTML hérna og GitHub birtir þetta. Þannig að yfirleitt erum við bara hérna, förum niður, þá byrjar bara kennsluáætlunin og hún er svona aftur svona 90% tilbúin. Ég mun kannski eitthvað hrókara til einhverju hérna eftir því sem bara eitthvað kemur upp eða ég vil kannski taka þetta fyrir eða eitthvað svona. En þannig að við erum bara hérna og ég ætla að setja fyrir þetta verkefni í dag. Svo er það einstaklingsverkefnið ætla ég að kynna fyrir ykkur næstu viku og hópverkefnið í þar næstu viku. Og sama tíma erum við bara hérna sko Node.js, ég ætla að byrja því núna í dag, ég ætla að sýna ykkur eitthvað hérna. Þið þurfa ekkert að vera búin að gera neitt. En það sem ég ger í dag, getið þið farið núna heim og fyrir næsta tíma verið búin að replikera heim með okkur. Passaði þessi með Node keyrandi að þið getið, gert það sem ég var að gera. Svo ætlum við að skoða TypeScript og HTTP og Express og það fer síðan og verkefni 2 mun díla við Express og HTTP og hérna eitthvað svona smá. Svo ætlum við að byrja að tala um webþjónustur og form. Hérna, ég á eftir aðeins að hrókara hérna eitthvað á milli. Og notendaumsjón og gagnagrunna og svona. Þannig að þið sjáum bara hérna hvað er svona hérna. Þannig að við förum hratt á stað, svona frontlótu svolítið efni og svo eru senustu 4 vikurnar svolítið ekki ég að fara yfir nýtt efni, heldur er bara námsefni komið og þið eru bara að vinna í verkefnum. Síðan erum við með vikublöð og það er bara það sem ég legg fyrir þessa viku og við getum bara skrolla hérna niður og þá sjáum við bara eitthvað svona praktík og hér er vika 1. Þá fyrir við inn í það og þá mun ég setja hérna inn linka á upptökurnar inn á YouTube og ég mun líka senda ykkur tilkynningu og senda ykkur nákvæmlega á þetta hérna. Hér eru fyrirlesnir komnir inn og þá getið þið bara klikka á það og horta á það ef þið viljið. Þið getið líka subscribeað eða fundið það bara á YouTube og horta það, bara eins og þið viljið. Svo er námsefni sem ég vísi í og svo fyrir stundum er eitthvað meira dæmum, þá vísi ég sérstaklega ykkur dæmi. Hér er mörg dæmi, en þetta dæmi hérna, ef þið skoðu bara eitt dæmi, þá er það þetta dæmi. Hér er eitthvað ítarefni, það er líka oft tengt námsefninu. Þannig að þá getið þið farið okkar deep dive í ákveðna hluti ef ykkur finnst eitthvað áhugavert eða viljið kynna ykkur eitthvað meira. Og svo eru verkefni þar sem ég segi bara, núna í þessari viku ættu þið að gera þessa hluti. Þið ættu að setja upp Node.js í ykkar vinnutölvu, eða þið eru tölvu sem þið munið vinna verkefnin í. Þið ættu að setja upp eða rifja upp og logga ykkur inn á GitHub og þið ættu að gera þannig að þið getið búið til repo og þið getið committað eins og við vorum að gera í Webfortune 1. Þannig að þið ættu bara að geta búið til repo hjá ykkur og pussa henni. Ég ætla að sýna ykkur það eftir, bara til að rifja það upp. Þið ættu að útbúa Netlify aðgang og bara komast þar inn. Þetta er aftur eitthvað sem við vorum að nota í Webfortune 1, þannig þið ættu að hafa þetta. Og þið ættu að vera komið með Visual Studio og þið ættu að setja upp þessi hérna extension. Og ég mun sýna ykkur það eins á eftir, en þetta er aftur eitthvað sem við notum líka í Webfortune 1, nema þetta hérna notum við ekkert sérstaklega, en ég mun aðeins tala um það eftir ef ég man, ég ætla að nota það hjá mig svo ég muni það. Ok.
Svo sé ég átti eftir að pússa, af því ég var búinn að bæta við hérna skoða verkefni 1 frá því í vegforritun 2 í fyrra, þegar það bara sýnilaust sem þið getið skoðað. Mjög keimlíkt verkefni, þið getið skoðað það og þið getið líka skoðað og byrjað að vinna í verkefni 1, bara sem þið skilið. Ok, einhverjar spurningar? Ok, síðan erum við með námsefnið og þá það bara hérna og það bara þessi kynning, þannig að þetta bara aftur markdown sem ég skrifa en það varpað hérna yfir í þetta en sami fyrirlestur og glærurnar sem ég sýndi á hann koma bara nákvæmlega sama efni, þannig að það bara því varpað yfir í eitthvað glæruformat með pakka sem heitir Reveal.js og mjög fínt til að gera bara svona mjög einfaldar slædur. En hérna þetta, þannig þegar ég segi þið getið bara skrollað yfir eða þú veist bara renti yfir námsefnið þá getið þið bara sagt hérna ok, ekkert hérna sem að koma mér óvart, ég veit hvað þetta er, ok eða býttunum við, já ok, það var skil á Canvas og þá getið þið bara stoppað við það og kynnt ykkur það fyrir eða bara whatever, eins og þið viljið. En ef við skoðum hvernig þetta endaði í fyrra sama, þú veist, bara mjög svipað nema þá voru páskarnir aðeins fyrr. Nú páskarnir alveg lokin, þannig að þeir sker ekki sundur, það oft, það gerist, já. Þannig að gott kennsluár í ár. Þá sjáum við hérna, þetta bara nákvæmlega sama nema bara frá því fyrra. Og ef við skoðum efni eiginlega nákvæmlega sama. Þú veist, ég uppfæri alltaf smá, ég laga alltaf smá, ég bæti alltaf smá, villi tel ég. En hérna sjáum við bara, það er komið, alla vikurnar eru komnar inn. Þannig að við förum bara eitthvað hérna í öryggi og þá sjáum við hérna, það eru fyrirlestrar, það er námsefni, svo er hérna eitthvað aukaefni. Þá ég bara að segja, þú veist, hei, sum dæmin að nota Notefed sem pakki, en núna frá og með Note 16 og núna erum við að fara að nota Note 22, þannig að þetta er orðið alveg stabílt að nota Feds beint úr Note. Það var ekki fyrir Note 16. Hérna er eitthvað bilað, en þú veist, það er hérna öryggisnámsefni, sér í lagi þetta hér, af því þetta kemur inn í verkefnin, þannig að þá getur ég sagt, ok, öryggi, förum yfir það. Þá sjáum við hérna að þetta er byggt á einhverju sem heitir OWASP sem eru samtök sem gefa út svona topp 10 atriði og ef þið bara lærið eitthvað öryggi þá er það þessi listi og það er það sem við ætlum að fara yfir. Ok, Óli sagði hérna skoða þetta. Ok, skoða, ok, þetta er áhugavert, eitthvað. Þá er hérna aukaefni, ítarefni. Þannig að þið getið farið bara og þú veist, alveg eins og þið viljið. Lágmarkið er bara að skila verkefnum um þetta. En ég reynir líka að segja bara hér er hlaðborð á áhugaverðum hlutum tengdu vegforritun. Bara dig inn. Eins og þau viljið. Og svo er það bara, ok, ég skildi ekki alveg, ég er ekki alveg að fatta, þú veist, hvað er dæmi um þetta, þá er fyrirlestur hér, efni hérna, að þá er fyrirlestur hér, slakka bara hljóðinu hérna, það sem að ég fer yfir þetta og þú veist, þetta er frá því fyrir cirka 2 febrúar 2022 sem ég tók þetta upp. Það sem er bara ég að fara í gegnum fyrirlestur, tala í gegnum hann og ég er líka með dæmi á einhverju tímapunkti þar sem að, ég veit ekki hvort það sé þessum, já, þú veist, hérna er einhver dæmi og þá er ég bara, þú veist, að sýna einhver kóða sem eru dæmin og ég tala í gegnum það. Þannig ef ykkur finnst það þægilegt, þá er það þarna. En þið getur líka bara séð dæmin hér og farið eitthvað, SQL injection, hvað er eitthvað hérna? Og þá eru upplýsingar um það hvernig dæmið er, hvernig þetta er að keyra þau, hvað það er að gera og svo hérna, ekki gera SQL injection, þetta er viljandi vitlaust, ekki herma og svo hérna, þú veist, þannig að þá er ég bara búinn að kommenta það sem á við og þið getur skoða þetta. Svo mun ég kannski taka einhverja af þessum hlutum sem dæmi í fyrirlestri, en þið getur líka sagt svona, hei, ég var að skoða hérna SQL injection dæmi og ég skildi ekki alveg hvað er að gerast þarna. Þá getum við bara talað um það. Nei, aftur. Þið gerir smá heimavinnu ef þið viljið, við komum, við tölum saman og við bara gerum eitthvað skemmtilegt hérna í tímum. En alltaf tengt vegforritun. Já, og svo bara er þetta hérna, en svo ef við hoppum aftur yfir í áfangan núna í ár, þá eru verkefnin hérna og ég seti hérna, ég ætla bara að henda þeim öllum inn hér. Þannig að hér vísa ég í þetta verkefni 1, það er líka á GitHub, það er bara sett fyrir núna í dag, 15. janúar og það skilast 5. febrúar
og svo sínlausnin hérna en hún ekki aðgengilega þegar hún ennþá bara private repo en hún verður að gera aðgengilega eftir skil. Þannig að þá getið þið bara borið saman og séð, ok, svona var þetta leyst þarna, ok, ég skil, þetta sniðugt, ég skil þetta ekki alveg. Og þá getið þið komið í tíma og sagt, hei, ég var sínlausnin verkefni 1, meika kannski líka sens að gera þetta svona, og þá getið þið sagt, já, það getur það gert, en það kannski, það hafa í huga A, B og C. Þannig að þá getið þið aftur tala bara saman hvað þetta Svo kemur þetta allt inn hérna, en svo þegar ég ætla að fara að skila, þá farið hér, undir verkefni hérna, hér, skilið og í þessu á að skila GitHub, þannig að það var hérna GitHub, repo, slóð á keyrandi og svo getið þið sett hérna vann með X og Y, gæti verið keimlíkar útfærslur á fallinu seta, þú veist, eitthvað svona. Svo bara ít og skila. Það er alltaf, því þetta er verið búin að læra það. Það er alltaf slatti af nemyndum í fyrsta verkefni sem er bara ég fekk ekki einhvern, ég bara hef ekki ít og skila. Þið þurfum að sjá hérna konfettið koma til þess að vita að þessu hafi verið skilað. Og þið getur bara skilað þessu ofta að viljið þangað til að þetta rennur út og það er bara miðnætti á þessum 50 degi sem er skil. Verkefnið er síðan opið fram á sunnudag, þannig að þið getið skilað. Þið þurfum ekki að spyrja mig má ég skila seinna, þá verður dregið niður bara í yfirferð. Nema þið heyriði mér sagt bara hei, ég er búinn að vera lasin, ég lendi í þessu, ég er að fara erlendis, ég er í vandræðum, eitthvað. Og þá segja ég, ekkert mál. Með skila fram á sunnudag, á þess að við dregið niður, þá setjum komment það á Canvas, að dæmitímakennarinn sér það þegar það er farið yfir. Það er mjög erfiðara og svona, ef þið komið bara á sunnudagskvöldinu, bara ég var að skila núna, er það ekki í lagi? Þú veist, talið við mig áður ef þið vitið. En það getur alltaf eitthvað gerst. Bara, heyriði mér ef eitthvað er. Það fer svona, þú veist, það er -1 per dag, -2, þú veist, þannig -2 heila ef þú skilar á sunnudagskvöldinu, -1 ef þú skilar á laugardaginu. Nei, -1 ef þú skilar á föstudeginum, -2 ef þú skilar á laugardeginum og svo svona á sunnudeginum þá er það -2, -2,5. Þú veist, það fer bara eftir svona, þetta er alltaf líka, þú veist, fer eftir samhengi. Ef þetta er geggjað verkefni og þú veist, þú bara skilar þið seint, þá kannski er ekki alveg verið að draga niður, en ef þú ert bara eitthvað, skilar einhverju sem er ekkert svakalega gott og það er þarna, þú veist, svona. Þetta er alltaf bara. Erfitt að gera reglur mannlega hegðun. En við reynum. Já, ok. Þannig þetta er svona aðeins meiri praktík úr fyrir hérna, þetta allt saman. Heldur sér ekki að gleyma neinu. Einhverjar spurningar varðandi þetta allt? Ok, þá ætlum ég að stoppa bara núna. Þannig að þetta er bara svona, þú getur vísað í þetta vídeo og segja, hei, svona er praktíkin í áfanganum með hinum og nú fyrir við að gera eitthvað fyrir við í Visual Studio.